Logi, þú ert búin að vera að bíða svolítið eftir þessu, þú hafið góða reynslu í þessu. Já, við erum búin að gera þetta einu sinni og núna erum við svona reynslunni ríkari og vitum út í hvað við erum að fara. En þetta er allt svona stærra núna, við erum allir móttaka hérna og rosalega vel tekið á mót okkur og við erum í flottum fötum og við gerum þetta með stæl núna. Hvernig svona leggst mótið í því, hvernig er horft á stöðuna hjá Íslandi í þessum leikjum? Sko við sáum náttúrulega hvernig fór síðast að við vorum að berjast við bestu liði í heiminum og stóðum okkur vel og við vitum að við getum barist og unnið þessa leiki ef allt gengur upp og við förum náttúrulega í þessa leiki í þeirri trú að við getum unnið og ég held að ég finna á mér að það er eitthvað gott að fara að gerast. Þú átt nú góða minningar frá síðasta Evrópumóti? Já, og maður hélt nú að, ég sagði ábyggilega í viðtali þá að ég ætlaði að njóta þessi bot því ég myndi aldrei fá þetta aftur en nú er ég komin aftur og við allir saman og þannig að við erum, já eins og segir, reynslunni ríkari og það verður öðruvísi að fara núna og ég hef trú að við getum gert góða hluti á mótinu. Hörður, þetta er eitthvað sem að menn er búin að bíða eftir? Já, algjörlega. Þetta er alveg frábært maður og fá að upplifa þetta svona svipa á kannski fótboltalandslið var að gera í fyrra og já bara, mjög gaman. Hvernig er svona stemmingin í hópnum? Þetta er erfitt verkefni. Já, algjörlega. Ég meina, stemmingin er samt sem aðeins góð, sem er alltaf í þessum hóp og við erum bara tilbúin að takast á við það sem er framöndan og við erum bara allir fullir tilhugunar og mjög spenntir. Þú hefur gert þetta áður? Já, ég hef gert þetta áður og kannski vanur að spila í svona stórum höllum og svona, þannig að þetta verður kannski ekki alveg jafn mikið svona sjokk fyrir mig eins og kannski suma, en við tökum á því bara þegar að því kemur og þetta verður bara geggjað. Ísland er ekki stóra lið í þessari keppni, hvernig horfið þið á það? Við erum bara vanir því að þurfa að berjast fyrir öllu sem við höfum fengið og viljum ekki fá neitt upp í hendurna hvort er, þannig að við erum bara svona litla lið í hverjum einasta leik og ég held að henda okkur bara mjög betur heldur en annar. Hefur gengið vel að undanförnu á æfingu? Já, við erum búin ég held að séum bara á góðum stað eins og er og við eigum eftir að fínpússa nokkra hluti nokkra dagi þegar og við erum ready á 5. Elvar, þetta er þín fyrsta stóra ferð, eða ekki? Jú, þetta er fyrsta stóra ferð og maður er ekki vanur svona umgjörð áður. Þetta er svolítið óraunverulegt finnst manni en þetta er alveg æðislegt að fá að upplifa þetta. Og svona, hvernig leggst svona í því að fara og líka á stóra sviðið ef við getum sagt í svona stór móti? Bara virkilega spenntur og við ætlum að gera bara allt sem við getum til að ná í sigur þarna og þetta verður þvílík upplifun. Við hlakka mikið til. Æfingar gengið vel? Já, mjög vel og æfingamótin líka. Við erum búin að vera stígandi í sig hjá okkur í sumar og við förum bjartsýnir inn í mót. Það er alltaf talað um að Ísland sé litla lið í þessu. Hvernig er hugarfarið á þér gagnvart því? Já, það hefur alltaf verið það á svona stórmótum. Ísland hefur aldrei verið stóri lið og ég held að bara svona íslenska geðvíkjan verður að koma okkur áfram og hitt verður bara að fylgja með. Það verður svona enginn okkur, svona stemming og bara sameining, bara liðsheild. Ég held að það muni enginn okkur í þessu móti og hitt muni bara fylgja með. Þú ert búin að vera á fullu í háskólabolta í Bandaríkjunum og ert búin að vera að stíga mörg skref í körfuboltanum á undanförnum árum. Þetta er eitt af stóru skrefunum? Já, þetta er klárlega stærsta sem maður tekið þátt í og vonandi verður eitthvað í sambæri við þetta aftur. Ég bara vona það. Er draumurinn að vera atvinnumaður? Það er draumurinn og stefnan. Ég á 1 ár eftir í skóla og ég ætla að gera allt til þess að ég hef gott ár til að komast í atvinnumennsku. Það myndi ekki skemma að standa sig vel á svona móti? Nei, alls ekki. Það myndi hjálpa til.